er út í fyrramálið. Bara með skít og skam, hér vill enginn tala við þig. Ég segi það nú kannski ekki. Nema kannski ég. Já, þú já. En enginn vill greiða göðum mína fjárhagslega til þess að ég get ekki látið þetta verða að veruleika. Því miður. En núna veit ég að hér, fyrir fram að þig, ertu loksins komið með trommusett. Já. Sjáðu, hvernig líst þér á þetta? Er þetta ekki alveg dýrlegt að sitja hér allt í einu á þessu föstudagskvöldi með svona rautt trommusett fyrir fram? Jú, það er hátíðlegt sko. Það er hátíðlegt, það er jólalegt jafnvel. Já, jólalegt, já. Og þú ætlar að leyfa okkur að heyra kannski. Já, ég veit eitt sem ég vildi spyrja af því að mér var sagt, ég hef ekki mikið vit á trommum. Hins vegar sagði mér ykkur að þú hefði fundið upp tvöfalda bítið. Já, það er líklega rétt. Hvað er það? Hvað er það? Það er svona. Einfalt, það er bara þýðir að maður spilar einfalt bít, maður spilar bara venjulegt bít og hugsa þetta tvöfalt. Er það eitthvað fleira svo þú fundið upp á þetta? Þú voru að afsaka hvað ég er lélugur, að ég kann voðalega lítið á þessa trommusett, þetta er ekki trommusettu mitt. Þetta er ekki, nei, þú átt ekki trommusett og það er þitt stóra vandamál eftir að það verið í skítnum öll þess að. Þú er ekki spilað í 17 ár á trommur, maður? 17 ár, já, ég hef komið fram, kom á brott við 86 í 7 mínútur. Í 7 mínútur? Já, og svo ekki söguna meir? Nei, það var alltaf hægt að segja það. Svo ég muni við eftir... Getur þú sýnt okkur fleiri svona galdra sem þú fundið upp sem engin annar í heiminum kann? Já, ég veit það nú ekki. Það er sko, ég er alveg óæfður þegar þú setur mig hér á trommusett og allast til að ég fara að standa undir því að vera einn af heimsins bestu trommuleikum. Ég verða bara að vera reiður og gera eitthvað. Aðeins það að reyna líka með, ég get lítið gert fyrir því með henni það. Já, hérna. Hvað, ég fekk með gleru daginn. Nú. Og nú er ég búinn að missa heyrnina, held ég. Nú, varst þú hátt hjá mig? Þetta er mjög hátt. En þú ert góður. Þakka fyrir það. Ég vona að ég get orðið töluvert mikið. Veitum þetta er ég búinn að fá tækjaverðin sagði mig. Fannst þetta gaman? Já, það er gaman. Ég var þreyttur þetta, ég er ekki vanur þessu. Nei, þú ert líka þreyttur eftir allir þessu árum, maður. Jú, reyndar, þetta er búið að taka rosalega líkamann á þessi frákur. Alveg rosalega mikið, ég var það. Getur þú spilað á trommutan einhverja laglínu? Getur þú það? Er það hægt? Ég get gert það, þá þurfti ég að stilla þetta sko. Að stilla það aftur? Já, ég þarf að stilla það Það er ekki tíma til þess? Nei, það tekur alveg langt tíma sko. Það er svona, þessi melódíski trommuleikur virðist vera hverfóðalega mikið. Það er eitt af mörgu, það er ekki bara tækni sem ég er að reyna að þjálfa núna hérna fyrir fram að svona bara þess að þóra ef þjóðin að heyra að ég get þó spila þó ég sé óæður. Eitthvað svona, eins og ég var að reyna núna. En þessi melódíski trommuleikur sem ég þarf að æfa upp aftur, hann virðist vera horfinn svo mikið af heimsmarkaðar. Þar myndi ég standa best af í öllum þeim trommur sem ég þekki til. Og það tel ég með altså þá allstærstu trommar heims. Hver er besti trommar í heimi fyrir utan þig? Sko, tveir af þeim bestu trommurum sem mér hefur fundist eru báðir farnir. Keith Moon nr. 1 úr Who, John Bonham frá Led Zeppelin eru báðir farnir. Ginger Baker er frábær trommari til dæmis. Þeir eru báðir farin og þú ert ekki alveg farin. En þú varst næstum því farin. Ég var næstum því farin. Og vonandi ekki rétt á farin. Nei. Nema þú ert að fara frá Íslandi. Ég er verið að fara frá Íslandi, já. En ég er hér vegna þess að ég trú á þjóðu mína. Og sjálfa þig. Og sjálfa mig. En fáið þið nú eitt almennilegt trommusóló í lokin? Já, ég veit. Getur þú meira? Ég hálf skammast mín, sko. Láttu okkur heyra.
Gestur okkar í kvöld, Gunnar Jökull Hákonarsson, einfallega besti trommar í heimi, segir hann, og margir aðrir líka. Eini gallinn hjá honum, hann að fara af landi brott, það var ekki tekið vel á móti honum, nema kannski ekki hér. Eini vandans sá að hann vantar trommur. Góða helgi.